Yngvi, flottur leikur hjá þínum mönnum, engin spurning, en hvað gerðist í þriðja leiknum? Ég held að við höfum bara látið dómgæslunum svolítið fara í taugarnar á okkur. Þú veist að kannski, já, það var fyrst og næst það, þetta líka tölum við svolítið það fyrir fjórða leiknum, aðeins að bara einblína okkur sjálfa og það voru alveg tilefni til þess að vera ósátt með dómgæslunum. Og þú veist, þeir hafa séð betri leik, en svo ekki fara í það, ég vil tala um körfubolta. En hins vegar verður ekki tekið af Fjölni, þetta unga lið, þeir börðust eins og ljón. Sum lið á þessum, kannski með svona unga leikmenn, þeir hefur gefist upp í hálfleik 18 stigum undir. Þannig að hrós til þeirra, þetta er ekki bara það að við kannski mistum hausinn, það var þeir komu sér inn í hann. En svo í fjórða leiknum þá fannst mér þetta bara tiltölulega öruggt, við sigldum þessu bara nokkuð þægilega heim. Já, ég er sammála því, öruggur fjórði leikluti. Nemanja, ég meina, hvað var með 20 og einhverjar nokkra mínútur, auðvitað við undanfarna leiki, en hörkuleikur hjá hann. Já, hörkuleikur og eiginlega bara, þú veist, við vitum alveg hvað hann getur, við erum búin að sjá það núna og þú veist, hann er auðvitað að starta leikinn og ekki þörf að fara að breyta til, en hann er auðvitað bara með tröllatvenn aftur og svo kom nýjum maðurinn okkar með svaka orku inn að bekknum þegar 5 mínútur voru liðnar að leiknum og Nemanja kom með 2 villur og þú veist, hann kveikti heldur betur í okkur en svo voru bara þreyttir fætir í honum. En þvílík innkoma hjá Cornelius. Hún var mjög góð, en svo eru bara svona leikmenn sem eru líka að spila betur fyrir okkur. Við erum auðvitað mjög ánægð með Cornelius. Sérstaklega, þú veist, hann ferðast í gær og var alveg búinn í löppbólum í seinni hálfleik. Nöppi var mjög góður hjá fyrir okkur og Ingimar spilaði næstu í 40 mínútur og skilaði sínu heldur betur og Adam Smári og svo kom Gulli, hefur ekki spilað mikið og þú veist að mér varst bara liðsheildin. Við höfum ekki komist upp með það í fyrra að Nebos skaut jafn illa og hann gerði og við höfum unnið, ekki aldrei. Þannig að það segir það, þroskamerki á liðinu og gæði. Engin spurning. Næsti leikur? Hamar og svo eigum við KR í bikarnum. Stutt á milli þess að tekja það ekki? Já, svolítið, þú veist, erfitt en þú veist, ég meina, hvort tekja verður anstæðingarna. Við einblínum auðvitað bara einn leik í einu og þú veist, þetta er gaman að fara áfram í bikarnum, við ekki segja það við ætlum auðvitað, en það gefur KR kannski óþarfa forskot fyrir utan það að vera deildómar og vera Íslandsmeistararnir. Við spilum á föstudegi og ferðum svo á laugardegi og spilum aftur á sunnudegi. Það verður ekki mikið æfingar á laugardeginu. Nei. 4-1 í deildinni. Er þetta það sem koma skal? Við erum auðvitað að setja okkur markmið að alltaf að byrja á því að vera heimavelli. Þetta var mikilvægur sigur líka að því leyti að ég meina Fjölni var að anda niður í hálsmála á okkur. Vonandi getum við bara haldið áfram á þessum braut og það er ekki ástæða til þess að ætla annað en við erum alveg rólegir. Við erum búin að eiga 4 losing season í röðum núna og við erum alveg með fæturinn á jörðinni. Bara sjá hvar við stöndum um jólin og þá kannski tökum við púlsinn aftur hvað við getum gert. Mikið rétt. Yngvi, takk fyrir þetta og gangi ykkur vel. Takk sömuleiðis.